Eyjamanir sakna tveggja lykilmanna í þessum leik. Bjarki Pétursson og Kjartan Einarsson eru báðir veikir. Ein breyting hefur verið gerð á liði Eyjamanna frá því í síðasta leik. Steinar Ingi Guðgeirsson kemur inn í liðið í staðinn fyrir Inga Sigurðsson sem er í leikbanni. Gust í Eyjum, en annars var fyrri hálfleikurinn frekar tíðindalítill í Eyjum í kvöld. Greinilega mikil spenna yfir leikmönnum, en þetta var besta færið Eyjamanna. Kom alveg á loka mínútunni, Atli Knútsson skaut boltanum í lappirnar á Steingrími. Mínútu síðar komust svo Eyjamenn aftur í sókn. Þess er rétt að geta að við sjónvarpsmenn vorum rétt í þessu að koma með þessar myndir í hús. Flugvélni frá Eyjum seinkaði örlítið. Þið sjáum við Steingrim Jóhannsson skjóta í hliðanettið í fyrri hálfleik og staða var 0-0 í leikhléi. Síðara hálfleikur var heldur betur fjörlegur. Hér erum við á 15. mínútu. Blikar í sókn, en Eyjamenn eru snöggir fram. Nýsjálensku leikmaður Blikan er að hreinsa hér út af. Steingrímur er fljótur að taka innkastið. Sendur boltan á Kristinn Hafliðason. Kristinn sendur svo aftur á Steingrím. Og Steingrímur er með frábæra sendingu fyrir og þar kemur Ívar Bjarklind á fjárstöngina og skorar fyrsta mark leiksins eftir 15 mínútur í síðara hálfleik og heldur tíundalítinn fyrri hálfleik eru Eyjamenn komnir á blað. Byrjuðu síðara hálfleikinn fjörlega. Ívar Bjarklind fór úr bakvarðarstöðunni fram í hægri útherjan og olli usla í vörn Blika. Þeir hins vegar sóttu hart eftir mark Eyjamanna og hér sjáum við Hreiðar Bjarnason með hörku skot að marki en Gunnar Sigurðsson nær að verja boltan í teginn og þar er svo Steinar Ingi að hreinsa frá. 4 mínútum síðar eru svo Eyjamenn hér með boltan. Steingrímur Jóhannesson var í strangri gæslu hjá Blikum í kvöld. Kemur boltanum hér á Ívar Bjarklind og Ívar með skot en sterk vörn Blika nær að bæja hættunni frá. Hér sjáum við svo aukaspyrnu Blika eftir 28. mínútu. Sigurður Gretarsson hleypur yfir boltan, Sævar Pétursson með skotamarki og frábær leikmaður Blika Marel Jóhann Baldvinsson með skot yfir. Og gaman að sjá Blika liðið í kvöld spilaði mjög skemmtilegan bolta. Sigurður Gretarsson og Marel fóru þar fremstir í annars mjög góðu og skemmtilegu liði. Sjáum hvað Blikarnir gera þetta vel hér. Sævar Pétursson fær boltan og sendir hann inn á Hreiðar og Hreiðar í frábæru færi en skýtur boltanum í lappirnar á Gunnari. Einstaklega vel spilað hjá Blikum, efsta liði fyrstu deildar, mætti þarna efsta liði úrvalsdeildar. En frábært færi Hreiðars á 30. mínútu síðara hálfleiks per forgörðum. Og aftur er það Blikar og sjáu þið hörkuskot hjá Hreiðari en Gunnar er vandanum vaxinn í markinu. Blikar sóttu þú að marki Eyjamanna og var svo komið tíma að allt lið Eyjamanna var komið í vörnina. Eyjamenn áttu líka sínar rispur. Hér sjáum við Ingvar Ingimarsson með skot í varnarmann Blika og boltinn sleikir þverslána á 39. mínútu. Hér kemur svo Gunnar Ólafsson inn á í lið Blika 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Sigurður Gretarsson með aukaspyrnu. Passlegn er að skalla frá. Eyjamenn leggja þunga sókn og sjáu þið Gunnar Ólafsson með skot í vinkilinn. Róefnir Blikar hefðu svo sannarlega geta nýtt eitthvað af þessum marktækifærum sem þeir fengu og á lokamínútunni freistuðu þeir að jafna en Eyjamenn áttu að samanskapi góða möguleika á því að gera fleiri mörk. Allt galopið í vörninni á Blikum og hann er Kristinn Hafliðason í upplöðu færi. Hákon Sverrisson átti góðan leik á miðunni fyrir Blika en sjáu þið það er allt opið. Þeir reyndu að jafna og meðan gátu sprækir sóknarmenn Eyjamanna sótt hart að marki og hér er passlag. Finnur Ívar Bjarklind 48. mínútu gera hann annað mark leiksins og lokatölur í Vestmannaeyjum í kvöld 2-0 sigur heimamanna. Þeir eru komnir í úrslitaleik bikarsins þann 30. ágúst, 3. ári í röð. Það var tapað undankeppnin 2 ár og gaman að sjá hvað Íslandsmeistararnir gera þessu sinni. En Blikar þurfa að sætta sig við tap í þessum leik. Þetta er frábæran leik og þetta lið á sko skilið að vera í úrvalsdeild. Þessi úrslit hljóta að vera vonbrigði fyrir ykkur. Já, ég held að úrslitin eru Snædík eru náttúrulega vonbrigði. Leikunum var í járnum allan leikinn, þetta geta lent hvorum megin sem var. Var reynsluleysið sem olli því að Eyjamenn fóru með Sigur Hólmi eða óhefnin? Já, það getur verið hvort tveggja, ég er ekki að segja það, en við vorum að spila mjög vel á köflum og hefðum getað skorað 1 eða 2 mörk. Þannig að þetta hefði getað lent hvorum megin sem var. Heppnin var þeirra megin í dag og ég óskaði bara góðs gengis í úrslitaleiknum. Var þessi skipting þín í hálfleik að setja Ívar fram, var þetta leynivopnið sem fór með Sigur Hólm í dag? Já, það var þannig, já.
hann gerði út leikinn, pilturinn. Og við höfum nú svo sem ekkert óvanur þessari stöðu en þetta gekk. Svona kom meiri svona brottur í vanginn og betri sendingar aftan af vellinum. Kom mótspyrnan þér á óvart? Ekki í sjálfu sér en hins vegar spiluðu Blikarnir mjög vel hérna í dag og það er gott handbragð á þessu liði og þeir hafa gott sjálfstraust á boltann og þetta var mjög erfiður leikur fyrir okkur og var raunverulega í járnum allan tíman og það er oft í þessum leikjum þeir sem skora á undan að þeir fara oft með sigur á hólmi. Þið voru komin í nauðvörn allir í vörn á tímabili í síðari hálfleik. Já, stressið er orðið mikið og ef þú hefur einhvern veginn verið hérna á þjóðhátíð og þarf að spila á miðvikudegi eftir þá myndir þú skilja þetta. Nú var Bjarni þjálfari að tala um þjóðhátíð. Eru Eyjamenn að afsanna reglur hér að tapa alltaf fyrsta leik eftir þjóðhátíð? Já, ég vil meina það að bítlasirpan í tjaldinu hjá Leifi Geir á aðfaranótt mánudags. Hún hefði gert gæfuminn allavega fyrir mig og Kristinn Hafliða og þessi mörk eru eingöngu henni að þakka. Andlegt ástand mitt kom svo vel út eftir þessa þjóðhátíð, eftir þetta kvöld.